Þið ætlið ykkur að verða mest selda sulta í Bandaríkjunum? Já, við erum 10. í dag, þannig af 600 notabene og í súkkulaðismjörinu erum við númer 3. Nutella á náttúrulega 95% af markaðinum, en Jæja, 50 dagur, enn og aftur. Mér finnst hún alltaf vera 50 dagur. Aha. Já, reyndar hélt ég mannst á þriðjudaginn að vera miðvikudagur og ég var að panika að vera ekki búið að byrta. Nei, ég var líka bara, hvað ertu að stressa? Viltu byrta teaserinn núna? Bara, ég var að láta fólk bíða bara 2 daga. Bara, já, það er þriðjudagur, Einmitt, smáreglingur þarna, en já, mér finnst 50 dagarnir koma hraðar en þeir gerðu. Já. En sem bara gaman. Já, það er bara tíminn flýgur þegar það er gaman. Heldur betur. Og það var sannlega gaman hjá okkur að taka upp þennan þátt. Herðu, mjög gaman. Ég er bara virkilega ánægð með Garðar og Lóufatú. Bara hvað þeir voru skemmtileg og ég held að sé mjög gaman að vinna hjá Good. Já, ég var alveg til að vinna þannig eftir þetta spjall, sko. Og svo ég segi fyrir mitt leiti, þá er þetta einn af þeim svona þáttum sem að komu mér á óvart. Ég elska þannig samtölum að sest niður og er ekki með eitthvað, ég er ekki að segja ég búist við einhverju þurru og leiðilegu spjalli, alls ekki. Nei. En ég var ekki með eitthvað svona væntingar, ég bjóst ekki við fyrirfram að bara myndum vera með svona mikinn húmor og bara ég var að gera grína þeim bara eitthvað, já, svona alltaf fóru karaoke og alls konar. Bara gaman að þegar maður þekkir ekki fólk og bara tengir strax við og getur bara átt svona létt spjall, sko. Já. Og ég held að vera líka gaman að hlusta þáttinn að því að þú vissir lítið merkið. Já. Ég er búin að fylgjast með mjög lengi og er mikill aðdáandi. Já. Að ég held að sé skemmtilegur kontrast í spjallinu. Já, og þetta var alveg meðvitað hjá mér að fara ekki í ykkur rannsóknarvinnu áður að því að mér langaði genuinely bara að spyrja því sem að mann dettur í huga á staðnum. Akkurat. Og ég vona nú, ég sé kannski ekki svo eina sem að hafi nýlega komið staði þetta væri íslenskt vörumerki. Nei, ég vona ég vona visslega reyndar að fleiri viti að þetta sé íslenskt. Já, en það kemur samt ekki á óvart að þetta er eitthvað með þannig svona yfirbræði vörumerkið, eins og þetta sé ekkert endilega íslenskt. Nei, og líka bara hvernig þau útskýra kannski ástæðuna fyrir því líka bara á þess að fara nánar út í það og ekki bara leyfa þeim að útskýra málsitt í þættinum og skulum vera að tefja þetta. Vel. Já, það var frábært spjall og eru Garðar og Lóa. Bjóðum þau bara velkomin hingað í stúdíóið og Garðar og Lóa, velkomin. Takk. Við erum ekki vanar að láta viðmælendur kannski kynna sér neitt sérstaklega en mér langar að gera smá undantekningu núna og biðja ykkur svona aðeins að segja frá allavega því sem þið gerið innan fyrirtækisins og bara svona aðeins frá ykkur og ykkar störfum. Kannski byrja á þú, Garðar. Já, ég er sem sagt forstjóri og meðstofnandi Good. Við búum til hollar, smyrjur og súkkulaðismjör, sultur, síróp og hnitsmjör ásamt sætönum líka. Og við byrjum sem íslenskt fyrirtæki árið 2015 og er núna í það bil 10.000 búðum í 31 landi. Og já, ég gerir bara mjög margt. Já, þetta hljómar eins og mjög umfangsmikið starf með að við svöfin. En þú? Já, ég er framkvæmdastjóri rekstrarsviðs og sér svona mestu leyti að koma vöru, bara að búa til vöru og kominni á leiðarenda. Allt frá því að kaupin hráefni fyrir vöru, láta framleiðana, flytja á milli landa og komin svo í hendur viðskiptavina. Það er svona grunnun að því sem að ég geri en svo segjum verðstefnuna líka, passa upp á kostnaðarverðin og já, bara passa að við séum svona, já, réttum megin þar. Ert þú yfir bara öllum löndunum eða þú veist, ertu bara með það almennt vörumerkið í heild sinni eða bara íslenska markanum eða bara bandaríska? Já, bara yfir öllum mörkum og við erum 3 á mínu sviði og ein í Bandaríkjunum og önnur heima sem séu svolítið Evrópumarkaðinn. Í rauninni bara alla markaði utan Bandaríkjana en svo er ein í Bandaríkjunum sem að sér svolítið þann markað.
en þetta rosalega alþjóðlegt og það sem við erum að framleiða í Evrópu, en stærsta markasvæði okkar í Bandaríkjunum. Bandaríkin 70% af veltunni. Já. Hvenær tóku þið, byrjum bara alveg á byrjunni. Bara, kemur hugmynd að gera hollari, góðar vörur. Já, þetta byrjar sem sætuefnaframleiðsla í Hafnarfirði, í Gjóturhrauni og þetta var fyrirtæki sem heit Via Health sem að meðstofnendur mínir kaupa og fá mig inn í það og hugmyndin þá árið 2015-16 að keyra á því þessi sem stefjudrópum og svona sætuefnum sem öll náttúruleg og hækka ekki blóðsykurinn og eru. Þetta svona tímpunni þegar keto svolítið að detta inn eða? Þetta pre-keto. Þannig að þetta kemur inn, stevia var leyfið í Evrópu árið 2011, þannig að þetta bara nýtt, skilur og nú sjáum þetta alls þar, og það var bara gjörsamlega breyti leiknum til frambúðar í sætuefnum. Nema það að við förum hann inn og bara með miklar vonir og draumum að þetta muni bara slá í gegn strax og það gerir það að ákveðnu leyti en markaðurinn bara svo lítill. Voruð þá bara á Íslandi? Vorum á Íslandi og svo voru aðeins að koma okkur fyrir í Evrópu. Og staðan bara svo að við byrjum og erum framleiða en salan ekki að pikka upp jafn hratt og við viljum framleiða. Og þá erum við með ákveðið vandamál og þetta akkurat svona frumkvöla dæmi að við erum allt og mikið lager. Og hann ekki að seljast nóg hratt. Og lager kostar peninga. Nema hvað þessi lager renna út. Þannig að spurningin eigum við taka át að högga á okkur og afskrifa hann sem fjárhagslegt tjón í rauninni og erfitt fyrir nýtt fyrirtæki eða að gera eitthvað við hann. Og þá kemur þessi hugmynd upp bara, ég fór alltaf upp í fjöll, bara sem barn og eins og við, flest sem búum á þessu landi, förum upp fjöll á haustinn og tínum ber og búum til sultu og hugmyndi var bara, sem kom út frá því að bara, það svo rosalega mikill sykur í sultum, ekki þetta nota eitthvað annað. Og þá byrjum við að búa til þessu fyrstu útgáfu af sultum og fyrstu útgáfan hittumst heima mér og við eldum þetta og þetta ógeðslegt. Bara þið bara miksa þetta heim í eldhúsinu hjá þér? Já, þetta bara hands-on frumkvæli dæmi. Við erum bara bara eldandi hana og sjóðandi ber og setja sætuefni og frábær lykt. En svo bara smökkuðu fyrstu útgáfun og hún bara alveg hræðilega sæt og bara ekkert nálægt því að vera svo frábæru vöru sem við höfum í dag. En svo eftir nokkur 100 skipti eitthvað náu svona góðri uppskrift og ég fæ frænku mína sem með sykursýki til að hjálpa að búa til önnur frænku og það náu þessu. Og svo út frá því þá svolítið finnum við okkar markað, við komum sér vöru að stað á Íslandi og náum að losa hennar lager og svo förum við í súkkulaðismjör fljótlega sem var svona okkar vara sem slóka mest í gegn hérna á Íslandi og svo búum við til síróp, förum líka í ketobari og ketobari og við erum ennþá með sætuefnalínuna og svo nýlega hnetusmjör sem við settum á marka og við komum hana 2016 og byrjum að selja í Evrópu, förum inn til Portugal og Hollands og svo Danmerkur og svo vöxum við þar og erum að okkur sýningu í Þýskalandi og þar kemur bandarísk keðja og spyr hvort við viljum ekki selja til Bandaríkjanna og okkur fannst það bara áhugavert og sendum þar sendingu á Amazon bara til að prófa markaðinn og Amazon hafa nýlega búið að leyfa seljendum að selja sjálfir. Já. Þetta var bara bókasala skilur og svo bætti tækjum og svo opnuður á hana þetta og við nýttum það og trenduðum mjög fljótt sem mest selda sultan og svo kom súkkulaðismjörið inn og svo vorum við bara, það eitthvað hana þannig að við fórum á sýningu í Los Angeles sem heitir Natural Product Expo West erum þar á 4. hæð í rárinu með öllum svona hippabröndunum og skrítin lykt og bara allir
þú veist, skemmtilega klæddur og svo framvegis og bara geggjað og erum það bara eitthvað að sína og spenntir og svo kemur það einmitt bara einhver búð sem að heitir Meier og veist, við vissum ekkert hvað það var, við heldum að það væri einhver lítil hortbúð, þú veist, corner store eitthvað í Midwest og var bara, já, ok, geggjað, já, við getum alveg sett ykkur eitthvað svona, bara hvert að senda kassan og þá er þetta bara stærsta keðja í Miðvesturíkinum og veist bara sem eru náttúrulega Michigan og Illinois og þú veist þau fylki og 250 búðir og þá fer bara boltinn að rúlla og komast inn í dreifingaraðala og en hvernig náðu annað þá, veist, þið hljótið að vera að framleiða eitthvað X fyrir, svo kemur einhver eins og Meier bara og það var bara veginn sko, við verðum að úthýsa framleiðslunni og vorum að hluta til að gera margt af þessu sjálf þá og svo bara reyðum við fattu. Já, hún kom að bjarga þetta hún kom og setti þetta í ferla og rétta skorður þannig að bara já, þannig að þú veist, það var algjört vesinn og geggja vandamál þú veist, en það eyðilaði sumarið þannig að 2019 þú veist, það var alveg þurft að redda ýmsu og gera einn og svo að þú nærði ekki að, þú veist, að fulfilla eða nærði ekki að uppfylla pöntuna árt í vandræðum og þetta var náttúrulega nýtt markaðsvæði fyrir okkur, við höfum reynslega Evrópu, búin að stilla upp vöruhúsi þar og flutningsleiðum en þetta er Bandaríkin, allt aðra reglur allt annað heilbrigðiseftirlit tollaumhverfi og annað reisastórt haf þannig á milli þannig að maður bara við lærðum bara á það skilji þú veist en það var ekkit áfallalaust og ýmislegt sem kom upp á en já vá, ég hef með svo margar spurningar bara út frá þessari sögu sko, þetta hljómar svona eins og þetta hafi þegar þú segir þetta svona, þetta hafi bara verið easy og smooth gengi sko, ég myndi mér að þetta hafi kannski ekki alveg verið svo leiðis, en hver er bakgrunnur þinn? Hvernig dastu inn í þannig að gera? Varstu í frumkvælabransanum eða tækni eða? Nei, ég er hagfræðingur frá Háskóla Íslands ótrúlega til sett og svo fór ég út í meistaranám Danmerkur í nýsköpunar og frumkvælafræði og markaðsfræði og þar kom svo hugmynd að stofna saltvinnslu og ég sem stofnaði bæði saltfyrirtækin hér og svo fór ég út því ég fór úr þeim fyrirtækin. Já, ég gæl fyrir að því. Já. Ok. Ég er búin að vera í mat og eða bransanum síðan þá og grínast oft með það, ég hef aldrei unnið svona alvöru vinnu, sko. Það var alltaf verið eitthvað hark og eitthvað og stuð, sko. Já. En já, þetta er svo mögnuð saga með þetta vörumerki en svona svo við kynnumst ykkur aðeins betur sem bara manneskjum og ykkar vörumerkjum þá ætlum við að biðja ykkur að segja frá ykkar persónulega vörumerki og ykkar gildum. Við erum með hana liði bóði skór.is og ef við kannski bara byrja á þér, Lóa. Ef þú vilt segja okkur frá þínum kjarnagildum. Já, ég myndi segja að eitt af mínum helstu gildum er áræðni og mér finnst mjög mikilvægt þegar maður er í starfi sem að krefst þess að maður er mitt uppfyllir pantanir á réttum tíma, í réttum magni, réttum gæðum að maður stillir upp bara sínum eigin ferlum og í kringu sig þannig að mann á að uppfylla það þannig að áræðni skiptir mig gríðarlega miklu máli ég myndi líka telja bara metnaður það er svolítið það sem skilgreinir mig mér finnst mikilvægt að bæði bara að vera metnaðarfull gagnvart því sem að mig langar að gera í dag og í framtíðinni en líka bara setja metnað í öllu verkefni sem að ég vinn og svo myndi ég nefna síðast bara gleði og hafa ánægju því sem maður er að gera. Mér finnst mjög mikilvægt að hafa ánægju að því sem ég starfa við dagstaglega og líka bara ég tek rosalega mikið ákvarðanir bara í lífinu út frá því sem veitir mig gleði og hamingju bæði bara varðandi fólk sem ég kýs að umgangast hvað ég kýs að vinna og og reynir bara svolítið að taka ákvarðanir út frá þessum svona eiginleika. Þetta bara lýsaði mjög vel. Takk, það er nú gott. Já. En þú?
Hver eru svona fyrsta sem þér dettur í huga? Því ég veit að þið voru ekki búin að undirbúa þetta neitt sérstaklega. Nei, mér finnst bara geggja, setja okkur beint Já, mér finnst það, ég er Já. að hugsa, það er líka kannski ekkit endilega betra að ofugsa þetta, sko, og segja bara svona pínu það sem kemur fyrst upp í hugan, sko. En það er allt í lagi. Já, fyrst og fremst gildi, þá er það að þarna vera svolítið heiðalegur, ekki bara gabart öðrum heldur líka gabart sjálfum þér. Og ég held að þetta sé bara eitthvað sem frumkvöðlar þurfa að taka inn á sig, þú veist, af því að þú veist, okkar helsta verkefni er að leysa vandamál, hvort sem það sé þessi vara eða þjónustu sem við erum að koma í heiminn og þú veist, er hún að virka yfir höfuð og líka bara, þú veist, samskipti við aðra og þú veist, það er engin einn sem getur bara kert áfram, þú þarft að vera með rétt fólk, rétt teimi og samstæðstæðala og þú veist, búa það til. Þannig að það er eitt. Svo er það bara hann að vera svolítið úrræðagóður og lausna með þær. Þú veist, þetta er bara, veist, þetta er svolítið fyndið munurinn á því að vera, þú veist, lítið og stórt er alveg rosalega öðruvísi en þú veist, við erum alltaf í einhverju, þú veist, alltaf eitthvað vesen, sko. Alltaf eitthvað. Og þú veist, og við erum alltaf bara, þú veist, maður er með starfstitla og ferla og kerfi og allt bara fungerar og svo bara vandamál sem einhvern veginn ekki passar inn í það sem við erum búin að búa til. Og þá verður bara að finna leiði til þess að láta það ganga. Og svo er það bara jákvæðni og vera jákvæður og þú veist, þetta er náttúrulega eins og því þekki bara, þú veist, þessi heimur er algjör rússubani og bara maður þarf að tjekka á sínu tilfinningum og annara, þú veist, og vera bara þú veist, auðvitað koma erfiðleikar og koma líka geggjutímabil, þú veist, þannig að þetta er rosalega mikla sveiflur. Þannig að það er svo mikilvægt að vera jákvæður og lausnamiðaður og benda á lausnir og veist, einmitt, tjekka svolítið í bóksinn hvað gefa manni lífsfyllingu og á saman tíma að þó að allt sé svolítið svart, hvað eru þá, þú veist, jákvæði punkturinn í því, skilji. Já, þetta er bara viðhorfið pínu, hvað þú velur að einblína á. Þannig að ég held ég hefði nokkuð neginn tjekkað þessi true box. Já, ég held líka bara, ég fylgi þér á LinkedIn og lesa alveg bara, kemur furðulega oft allan upp á feedi hjá mér. Já, byrst afsökunar því. Nei, ég er bara mjög ánægð með það. Ég er ekki að kaupa promotions, bara þannig að þessi sagt. Nei, ég er ánægð með það, því að mér finnst líka skín svo í gegn að þú tekur þig ekki of alvarlega. Já. Þú ert alveg með góðan húmorlægi þóttu sér kominu með, þú ert búin að fara úr því að vera að elda sultur í eldhúsinu heima þér, yfir í að vera forstjórabýrið í Texas eða ekki í dag. Jú. Það gæti alveg stíði mörgum til höfuðs, en það virðist ekki vera allan að raunin hér. Nei. Mér finnst það svo frábært af því að maður, þú veist, hefur séð ýmsa forstjóra, framkvæmdastjóra, eigendur og það svona breytist oft svolítið tíðarandinn í persónuleika og öðru. Og ég held að það sé líka svolítið lykilatriði í að ná að halda teiminn, halda jákvæðni, halda öllu einhvern veginn gangandi, sjá lausnirnar ennþá en að vera ekki komin einhvern veginn yfir það. Já. Ég bara, þú veist, það er bara algjörlega, já, fjórða gildi, takk fyrir að spyrja, að bara aldrei að taka sig á alvarlega, sem er algjör lykilatriði. Og ég meina eins og bara, þú veist, hvort sem að það fengum fatu inn í okkar teimi eða hvern annan, þá er alltaf nánast fyrsta spurningin eða síðast í öllum atvinnuviðtölum, hvað lag syngur í karaoke? Ok. Það er góð spurning. Þú veist, það er bara, þú veist, þetta er bara, þú veist, við gerum þetta reglulega, þau hittumst öll, við tökum bara karaoke session og þetta er svo gott, að því að, þú veist, það er bara, það er allir eitthvað neði berskjaldar, nefnum þú sért ykkur geggja söngvari sem hefur örsjaldan gerst í okkar teimi, sko, þú veist, en þú ert þetta fyrir góð, sko, ég er alveg. Hvaða lag tekur þú? Já. Ég hef svolítið verið að vinna með sjáló, þá tek ég eitthvað með mér í smá duett, sko. Já. Við erum tvær, ég og Lauren sem er markastjórinn okkar í Bandaríkjunum. Okay. Við hefum verið að taka saman duetta þegar við hittumst. Já. En Það er nú gaman að fá tóndæmi. Já, það kemur í næsta þætti. Ég er alltaf með svona 200 vídeo, þannig að ég skal bara senda það. Ég á líka vídeogarðari sem ég get deilt með ykkur. Þetta er að vera mjög gott. En þetta er sko, líkillin er, saman hvað þessu geggjugóður eða góð, þú veist, eða slæmur, þú veist, það er allir bara fagna brjálaðslega, þú ert hann uppi og bara láttu ljósið skína og bara, þú veist, þetta er svo, það er svo mikilvægt að taka sér ekki alvarlegan. Og, þú veist, við erum að díla alveg við, þú veist, risa kæður hérna, þú veist, Walmart og Whole Foods og erum að reglum fundum, en þetta er svo, þetta er mannlega sem þarf að vera einhvern veginn í okkar samskiptis, bæði sem vörumerki
þú veist, við erum líflegt vörumerki og við þurfum bara einhvern veginn að miðla því sjálf í gennum fólki á baku fyrirtæki. Algjörlega. Og þess vegna ákvað ég að hlaupa heilt maraþon í jarðarberjasultubúning. Já, Það var svo gott. það svoleiðis. Hvernig var tilfinningin? Hún var alveg hræðilega stressandi áður. En svo venst það. Í jarðabæra sultubúningi? Já. Er það bara til? Ég er búin að vera... Þú letur búa til. Já. Það er bara orð sem ég hef aldrei heyrt á, jarðabæra sultubúningur. Mjög skemmtilegt koncept. Fyrir hvað hlaup var þetta? Þetta var Austin Marathon, þar sem við erum með skrifstofur, búin að vera búsetti þar núna í 1,5 ár og já, erum að sem sagt, það er önnur starfstöðun okkar þar. Ok, líf og fjör. En mér langar að vita hvernig það kom til að þú komst inn í þetta og þarna, hvað er langt síðan þú varst partur af teiminu? Já, ég kom inn fyrir 4 mánuð síðan og var áður hjá 66 gráður norður þar sem að ég var með rekstrarsviðið hjá þeim og var að stýra byrðum og svona ekkert ólíkt því sem ég er að gera í dag. Nei. Já, mér fannst fyrirtæki á mjög spennandi stað og fannst mjög svona áhugavert að koma inn í bara þennan alþjóðlega heim og svona fullu þunga var kannski einhver leiti því 66 en Good er náttúrulega fyrst og fremst að selja á erlendum mörkum og já, fannst líka bara skemmtilegt að prófa svona öðruvísi tegund af virðiskeðju og fara svolítið svona, já, bara prófa nýja hluti og fannst bara svona réttu tími þá að gera breytingar hjá mér. Já. Og já, þetta var svona, hitti bara vel á að þeim vantaði mannesku inn í þetta starf og svipun tíma og ég var svona eins farin að sko. Þannig að þetta svona æxlaðist þannig. Þú varst hjá Nóa Sirius og undan því. Já. Þannig að þetta er svolítið að púslast, þú ert svona ferð úr nammi matvælabransa í þá alþjóðlegan bransa hjá 66 Já. og svo nærða púslu svo svona saman þarna. Akkurat, það er kannski út frá þeim vinkli, já, klárlega. Já. En svo einmitt má heimfara líka, ég svona var í matvælageira og tók svo stopp í retail, eða sérst fatageranum og komin aftur í matvælein. En svo líka einmitt að fara úr því að vera alveg einmitt, svona, að því að Nóa Sirius er náttúrulega langmest hérna heima, þú svo aðeins í útflutningi líka og voru þá líka, en já, þannig maður er aðeins búin að færa svo milli, en svona samnefnarinn er að framleiða og dreifa og selja vöru sem að hefur alltaf verið svona heillandi fyrir mig að starfa í þannig umhverfi. Finnst þér er einhver samnefnara því að núna eru eins og hlustendur okkar eru flest þau sem að starta sínu vörumerki eða nýkomir með lítið félag eða frumkvölar. Eða eru með hugmynd af einhverju. Já, ennþá með hugmynd. Þú veist, er einhver svona samnefnara sem þú hefur tekið sem svona reiðan þráð í gegnum þetta allt sem er svona eitthvað svona lykilatriði til að hafa í huga? Sko, þetta er einmitt, þetta er svona, það er margt ólíkt en samt líkt. Eins og ég kom inn á þetta svona ólík virðiskeðja, við erum með samstæðasaðla sem að, þú veist, framlega vörurnar okkur í dag, var áður með bara in-house framleiðslu, þú veist, á báðum þessum stöðum, en á endanum er þetta allt bara spurningum framboð og eftirspurn. Þú þarft að vera með, þú veist, áætlanir í lagi og þú þarft að plana fram í tíman og það skiptir ekki máli hvort þú ert að kaupa eina tilbúna vöru í hilluna eða þú þarft að kaupa hráefni og plana framleiðslu og allt það. Þannig að það er kannski svona þessi rauði þráður svona í gegnum svona ólíku en samt líku fyrirtækjum sem eru að framlega búið til og dreifa vörum. Já. Hvernig breytir svo einmitt, þú veist, segjum bara lítið fyrirtæki sem er með rekstur á Íslandi en er að hugsa út fyrir landstina. Hvernig ákveðir næsta markað, þú veist, hvernig er stökkið þarna yfir? Er eitthvað það svara sig á einfaldan hátt? Sko, oft er þetta tilviljanir. Bara eins og Garðar kom inn á áðan. Þau voru á sýningu í Þýskalandi, svo kemur ykkur frá Bandaríkjunum og allt í einu verður til eitthvað svona tækifæri. Já. Þannig að það hefur verið allavega í mörgum tilfellum með okkur bara algjör tilviljun
hvert við Já. leitum. Bara þið eru með góða vöru, Já. þið ná að kynna hana greinilega á góðan hátt Já, og svo gerast bara hlutinu svolítið. já, það hefur verið. En Já. svo aftur á móti núna síðustu ár, þá höfum við bara tekið með meðvitaða ákvörðun að fókusa á Bandaríkin. Já. Já. Og það hefur bara, öll okkar orka og vinna að langmestu leiti fer í að bara stækka okkar net Já. og okkar dreifingu í Bandaríkjunum. Þannig að það hefur verið svolítið svona þróunin undanfarið. En var það alltaf frá upphafi skýrt að þið ætluðu í útrás og þið voruð ekki bara að þróa þess að vera fyrir íslenska markaðin? Já, ég held að það sé bara, að þið genið hver hlustandi eru, íslenski markaðurinn er frábær, geggjaður, íslenski neytendur, hugsanlega þeir bestu í heiminum, hann er því miður og smár fyrir okkur flest, sko, og og fyrir ný fyrirtæki sem verður með sérhæðar laus, þá verður maður að hugsa út fyrir landsteinina frá upphafi og það er bara ríkt í okkar DNA, bara, við verðum alltaf að sækja á erlenda markaði til þess að fungera. Og þetta er nefnilega sko blanda af tilvíðunum og strategíu. Íslandi er í Evrópu, þess vegna voru við að hugsa að fara til vestur Evrópu. Það er ekki, og varan var framleidd þar, það styttir leiðir. Hins vegar fyrir okkur í matvörugerðinu þá er Evrópa mjög flókin markaður, af því að það eru töluð fleiri en 40 tungumálana og mismunandi reglugerðir með umbúðir í hvaða landi sem er. Í Bandaríkjunum, sem er líka flókin markaður, þá er bara ein tegund umbúðun fyrir 300 milljónir. Þannig að það og FDA heilbrigðisseðli fyrir bara Bandaríkin, meðan við erum að díla við heilbrigðisseðli í Hollandi, í Danmörku, í Bretlandi og þannig að það er alls konar svona ástæður á baku því akkur ákveðum að keyra á Bandaríkin bæða því að eftirspunni var meiri þar, það er meiri eftirspunni til heilsamlegu vörum. Bandaríski markaðurinn er leiðandi í heilsuvörum á heimsvísu og sem verður samt fyndið að heyra, sko. Já, Já. ég hef ekki trúið því eiginlega. ég held að sé sko að því að það er svo mikið að vandamála þar, Já. Já. tengt mataræði og þá kemur Núna bara... eftirspunnina Já. fyrir hinu. Já. Það er voðalega lítið af svona milli Kannski erfitt að selja heilsusamlega vöru fyrir þá sem eru svaka heilbrigðir og eru að lifa heilbrigðin lífstíl. Kannski auðvitað að breyta hinum. Ég meina, Þannig séð. við erum bara einfalt dæmi, helsta innihaldsefni í sultum í Evrópu er sykur, svo ávöxtur. Venjulega sultur. Við erum með ávexti og svo náttúrulega sætuefni og Þannig að við erum bara með 60% ber eða eitthvað sem að eru... Jú, við erum með 60% ber. Í Bandaríkjunum þá er fyrsta innihaldsefni í vinsælstu sultunum high fructose corn syrup sem er sko unnið sykur úr maís og sem er svo bættur inn og það er rannsóknir sýna það að hann er miklu meira áhænabindandi og að spækar blóðsykur miklu hraðar af því að það eru tollar af sykri þannig að það er alls konar svona þar eru svona bara stærri vandamál og þess vegna er svona aftur á móti meiri kraftur eftir og eftirspunni eftir heilsamlegum vörum. Auðvitað er að evrópsku markaðurinn frábær en það er svona við fundum fljótt að það er meira eftirspunnina, það eru stærri keðjur og tækifærin eru aðeins, það er alltaf vesen að komast þangað og erfiðleikar og allt það en það er aðeins við sjáum leiðina meira. Okay. Við ætlum ykkur að verða mest selda sulta í Bandaríkjunum. Já, við erum 10. í dag, þannig af 600 notabene og í súkkulaðismjörinu erum við númer 3. Nutella á náttúrulega 95% af markaðinum en ég vona að fleiri fara að hoppa vagnin. En já. Ég var með að segja sko, við erum mikið gutt fólk heima mér og ég hefur fengið aðtöðasendið hefur mætið mér brönns, hvort ég sé ekki með krukkuna með mér. Já. Sultuna. Af því ég er mjög anti-Nutella, bara út frá ýmsum ástæðum. Já. Og þannig að þetta var mjög góð, góð vara fyrir mig sem staðgengisvara. Já. Það getur með í brönns. Fleiri með taka þetta fyrirmyndar. Ég er fyrirmynd Íslands. Sko, það er eitt sem ég langar að bara viðurkenna, að það er ekki langt síðan að ég vissi að þetta væri íslenskt fyrirtæki. Og ég var að mynda að tala við bara einu vinkonu mína áðan í morgun og ég var að segja henni að við vorum að fara að taka upp þetta og hún bara, er þetta Íslendingar sem eru með þetta?
Þannig ég held að þetta sé ekki kannski endilega svo almenn vitneskja þannig sé. Verður þið verið við þetta hugafarið? Kemur þetta fólki Mjög óvart? mikið. Já. Já. Og þetta meðvitað að þið eru náttúrulega kannski ekki að fókusa á markaðssetningu á Íslandi þannig séð eða... Ég skal kannski koma að sinna þetta, því þetta náttúrulega tengist því sem að spurningun aðan, Já. hvað þurfa frumkvölar hugsa og það flest okkar þurfa að hugsa út fyrir landstínina til að ná skalanleikanum til að, að þetta fungeri. Og, með okkar vöru, við urðum að það kostar okkur að gera íslenskar umbúðir, en það mátt selja vöru með enskum umbúðum hér á Íslandi. Þannig að okkar hugsun þá var bara, ok, við getum bæði selt þetta á Íslandi og í Bretlandi, og sama skapi við erum með skráð fyrirtæki á Íslandi, þetta er íslensk móðufyrirtæki, Good HF, sem á hollenskt fyrirtæki, Good BV, og svo á það bandaríska fyrirtæki okkar líka, Good Natural Sweetness LLC. En á umbúðunum erum við með hollenska fyrirtæki og fyrir Evrópumarkað og í Bandaríkjunum með ameríska fyrirtæki. Þannig að eina leiðin til að sjá þetta sem íslenskt er að við erum með slóganana Born in Iceland, á öllum umbúðum. En það var gert af því að þegar vorum að framleiða hérna á Íslandi fyrst og vorum að senda vöruna til bara Portugal, þá fór það ekki Holland og svo til Fraklands og ekki Spán og svo Portugal. Og það var í ándjóks, tollurinn á Spáni stoppaði sendingar af því að þeir sögðu að Íslandi var ekki partur af Evrópusambandinu og ættum að greiða fulla tolla. Og þá þurftum við að segja bara, heyrðu, við erum í Evrópska efnahagssvæðinu og það háði okkur svolítið í að skala. Þannig að það svara svolítið þeirri spurningu að hverju við erum með enskar umbúður og allt það, en þetta er alíslenskt fyrirtæki. Þannig að það sé sagt. Já. Hvernig, eins og á þessu tímpúnti, þarna þeir eru ekki komið til Bandaríkjanna, þeir eru bara lendið í ykkur tollavesinum og merkingar og vesen, hvernig fer maður ekki þessu tímpúnti bara, þetta er ekki að ganga upp? Eða bara þessu vesin er þetta maður? Já, það er bara, þú bara velur það að vera frumkvöld og ef þú gefst upp þá áttu ekki að vera frumkvöld. Það er bara, þetta er ekki gert fyrir fólk sem getur ekki staðið í þessu, sko. Þetta er svona eitt dæmi sem ég held að ef þú hefur vitað fyrirfram þú hefur ekkert vitað fyrirfram skilur að þú væri að fara að standa ykkur svona veseni og er eitthvað svona fleiri dæmi sem þú manst eftir eitthvað sem hefur komið mest á óvart í þessu ferli Já, við bara lentum í tolla núna, amerískum tollum sem að koma á okkur og svo COVID var náttúrulega alveg bara í fyrra þegar frelsistæðurinn var hjá Donald Trump setti á refsi tolla á Evrópu eirunni reciprocal, ég veit ekki hvað er íslensku orðið yfir þetta, en já, þannig að það átti við bara nánast alla vöru sem eru seldar fluttar inn til Bandaríkjanna og þar voru við ekki undanskilin. Þannig að nú í dag borgum við 10% tolla svona, til að bæta upp fyrir en að viðskiptahalla sem að Bandaríkjum vilja meina þeir eigi ekki hvert Evrópu. En fengum endurgreidda af því að Hæstirétturinn dæmdu ólulega, en þá kom 9 tollar í staðinn. Þannig að það er bara það er alltaf eitthvað og það er betra að ganga inn í daginn og vakna það er að fara að vera eitthvað vesen í dag ekki rétt hvað þú? Ég segi alltaf ef það er ekki eitthvað vesen að laga þá hefðum við ekki neitt, þá værum við ekki með vinnu við erum bara að díla við vesen og þessu milli erum við að reyna að búa okkur til verkferla og haga hlutunum þannig að við náum að leysa þegar sem vandamál komi upp í framtíðinni og náttúrulega komum við fyrir önnur vandamál. Ég var að segja við Fatu í morgun bara að því ég búsettur í Bandaríkjunum og ég kom bara í gær og var að segja við hann núna morgun bara, svo næs að vakna hérna í Íslandi maður, það er ekki, e-mailið mitt er ekki rauðglóandi. Það er búið að stilla það af í Bandaríkin, skilji. Og Fatu sagði bara, ég vildi nú óska þess að það myndi að vera þannig, sko. Þannig að þetta er bara, það er alltaf eitthvað, saman hversu lítilega stór þú ert, skilur og ef það er ekki eitthvað vandamál sem það er að leysa þá ertu mjög heppinn eða þá er eitthvað stórkostlegt þú finn út úr því það bara kemur eitthvað nýtt á morgun það er alltaf eitthvað nýtt, það er alveg merkilegt. Þess vegna er svo mikilvægt í þessu bara heimi að fókusera á að jáka og bara fara beint í vandamáli og hugsa bara lausna með það og stundum þarf maður bara að kill your darling sem er bara partur að því, skilur að vera í þessu og það getur verið
vara, það getur verið fyrirtæki, það getur verið hvað sem en þú veist, uppgjöf ekki option, þú veist, það nummer 1, 2 og 3. Þetta líka að því að Garðar frumkvöðull, ég verkfræðingur, við gætum ekki verið meira svona öndur meiði, varandi bara hver við erum stödd á þessum ás sem bara fólk þú veist, að vinna í atvinnulífinu og en samt sem áður sko við höfum líka, ég hef þurft að vera svona aðlaga með að þessu lausna með að ferli gríðilega mikið á þessum árum hjá Good að því að maður leitast til þess að hafa þú veist, ferla rosalega einfalda og reyna að gera allt rosalega strömlinlega, þetta bara svona hugsunarháttur sem verkfræðingur og sem manneskja vinna í operation, supply chain en af því að lífið bara þannig að alltaf eitthvað að koma upp og maður alltaf að díla við að leysa eitthvað vandamál sem maður aldrei þurft að vinna í að leysa áður. Þannig að það ótrúlega gott fyrir okkur ferkantaða fólki líka að aðlaga okkur að þessu hugafari að að þú veist vinna, að vera lausnumur, hugsa út fyrir kassana því að þetta umhverfi algjörlega hannað til þess að bara þeir bara kasta út í djúpulaugina og þú þarf bara að synda og reyna að finna út úr í bara hvernig þú ætlar að koma þér upp úr þessu vandamáli sem við verðum aldrei komið upp á þér. Ég held bara að heimurinn sé líka búin að veist, það svo mikið að einhverjum óvissu búið vera síðust ár, þú veist hvort sem að séu tollanir núna, þú veist, eða bensínverð eða hvað þetta bara, þú veist, þú verður bara að vera með aðlögnefni og þú veist, og gerðvíkarnir náttúrulega flegi ferð, þú veist, þetta bara ég held að sé líklinn í þessu bara, þú veist, annarkvort bara aðlaðrið að aðstæðum eða bara, þú veist, gefst upp og það bara á viðum alla, hvort sem við séu stöðu, stór fyrirtæki eða bara, þú veist frumkvöðlar að taka sér fyrstu skref. Já, mann þarf bara að byrja að líða vel í óþægindum. Já, þú veist, já. Algjörlega. En hvenær tekin ákvörðun þú flytur út hvenær? Fyrir árið eða? Ég flytt út desember 2024 Já. Á búið að taka ákvörðuna veist, svona 6 mánuðum áður eða fyrr sko. Já. Dróstu stutt strá eða var þetta eitthvað sem þið langaði? Hvernig svona ákvörðun tekin af hverju? Nei, ég bara reyna með stónundunum og veist, 70% af veltun okkar frá Bandaríkjunum og þetta var bara orðið erfitt að við vorum alltaf með starfsmennina og það var bara, veist, gekkað ágætlega en það var bara, veist, þessi tímamismunur erfiður. Og það var ráðgjöf sem við fengum bara frá upphæðu að bara, veist, við verðum að vera með boots on the ground hérna eða ætla að láta það ganga og þetta gekk, veist, vöxtur á mikill lengi vel frá Íslandi en svo var bara komið tímpútur á, þurfum bara að vera hana og setja upp skrifstofu og gera þetta áfram og það hefur bara sýnt sig, við erum búin að tvöfalda veltuna í Bandaríkjunum frá því fyrra vel gert og fullt í gangi sko. Já. Og hvernig gengur þá svo ykkur að vinna saman, þú veist, þá núna með ykkar tímamismunni? Það bara, þú veist, við náttúrulega skiptum með okkur verkum þannig og náttúrulega við sem erum hérna á Íslandi, við sjáum Evrópu, þau verður svolítið að skipta okkur, tökum Evrópu svona fyrir hádegi og svo eru Bandaríkin eftir hádegi en svo náttúrulega náttúrulega fleiri með Garðari á skrifstofunni þannig að og svo maður bara orðin svolítið vanur þessu 4 mánuðum seinna að vera að vinna þvert á tímasvæði. Það reyndar ágætis tími núna, það er 3 tíma, við náum 3 tímum saman yfir sumatíman, svo dettur niður í 2 tíma þegar við erum að tala um skrifstofutímana. En maður kannski ekki alltaf bara að vinna á skrifstofutímu svo það annað, en nei, þetta bara gengur. Það gengur. Þegar þú byrjar, eitthvað svona sem að þú bara hjólar í strax, einhverju varandi ferla eða einhverjar vörur eða... Já. Ok. Ég fór strax í að innlega nýtt fjárhagskerfi vegna þess að kerfi sem við vorum í þegar við komum inn, það var ekki að fara að vaksa með okkur. Við þurftum að fara í kallast EDI sem að þegar viðskiptavinir geta í rauninu bara pantað í gegnum sín kerfið og komaði sjálfkrafa inn í okkar og við vorum í þannig kerfið að það bara bauði ekki upp á þessa tengingu og við erum að fá inn 20 pantana á dag í Bandaríkjunum
þannig að þið geti ímyndað ykkur innsláttinn Standa vinnuna. og vinnuna við það. Þannig að það var eitthvað sem við hjólum bara mjög fljótlega í og fá betri greiningar, eða betri tól til þess að geta greint reksturinn og þannig að við settum upp, fórum í þá vinnu. Þannig að það var svona tventa í fyrsta sem að, ég svona fór sjálfi og svo var alls konar önnur vinna í gangi sem að fara enn að stað, fórum í nýtt vöruhús í Bretlandi, vorum svolítið að bregðast við Brexit sem svona þetta var svona, tók alveg nokkur ára að fara svona algjörlega í gegn ef við vorum komin á þann tímapunkt að við ætlum að vera í operation í Bretlandi og þurftum með vöruhús. Það var svona vinna sem að var komin að stað og svona kláraðist með mér og sami í Bandaríkjunum, við vorum líka breytum vöruhús í Bandaríkjunum með þessu hugafari að vera með samstarfsaðilum sem að geta vaxið með okkur og þetta vorum ekki á réttum stað þá, þannig að já, það voru svona mörg verkefni í gangi og sem voru sett að stað eftir í keminn og þetta allt með svona, rauði þráðurinn alltaf með hverjum erum við að starfa, hvernig erum við sett upp til þess að geta vaxið til framtíðar og ég myndi segja í dag erum við alveg þannig sett upp að það engin á okkur samstarfsaðilum eða kerfum sem að fara að hamla okkur til frekari vaxtar, við erum bara klár með vélina og undir stöðunar. Það lítur að vera góð tilfinning. Já, þangað til eitthvað kemur upp á. Já, ég veit. Og það gerist reglulega. Já. En svo við bökkum aðeins þarna, þú varst að segja okkur að þið byrjuðum á sultunum þarna, eða byrjuðum á stefjánu og svo sultunar. Hvenær kemur súkkulaðismjörið? Það kom bara fljótlega eftir. Við sáum að þetta þessi smyrjuheimur var áhugaverður. Smyrjuheimur? Já, þetta var okkar heimur í smyrjur og það gerðist heldur bara 6 mánuðum eftir að við settum sultunar fyrstu búður hér á Íslandi og svo fórum við í ketobarana líka og síróp og fleira. Nú erum við svolítið búin að aðlaga brandið þegar við talandum að kill your darlings. Ketobarana voru frábærir á sínum tíma og svo bara kostaði allt og mikið að búa til og við gátum ekki réttlega verðhækkunina þannig að við verðum að hætta með á. En þetta svona, já. Á hvað tímapunkti tekum maður svona ákvörðun að þarf að dampa vöru? Þegar salan ekki að skila nógu tilbaka og þú þarft að hækka verð og þú sérð bara, þú verður bara að horfa á portfólio eins og okkur, við sáum bara það fór svo mikil orku að selja kjötubarna og svo einhvern veginn voru búin að setja sultuna svolítið hliðar og svo allt í nú voru þær bara uppleið og þú veist þannig kannski ketobarna líka kannski svolítið annar markhópur, þeir eru kannski svolítið búið að finna ykkar fólk og með sultum og smyrjum miklu meiri samkemni í börunum þú veist bara svona frá viðskilduð sjónarmið og það alltaf nýji barir í hillunum. Akkurat. Þannig að þú ert að eða rosalega miklu marketing til þess að láta það fungera og þú veist, þannig að við sáum bara við erum að taka hennar kategóriu sem eru sultur sem hefur ekkert gerst í 100 ár og við erum bara með nýja vöru en þetta samt risa markar þegar flesti borðasultur og erum bara að breyta því hægt og rólega. Sama með súkkulaðismjörið, ég meina Nutella alveg ástæðan fyrir því að okkar súkkulaðismjör gengur svona vel, að þú veist, það bara fólk vill bá þetta góða heslinnetu súkkulaðismjör en vill ekki endilega borða 60 gröma sykri með 2 teskeiðum, skilur við, þú veist, þannig að þetta svona, við sáum það bara strax, ok, ef við náum saman bræði, þú veist, þá þetta bara geggjað konsept og við náðum því og Ísland var fyrsti markaðurinn til að sanna það fyrir okkur og við prófum alltaf vöru hér fyrst, sko, þú veist, hvort að sé að fara að ganga, þú veist, vel eða ekki og svo fyrir við með það út og það gefur okkur bara meðbyr og trú að þetta virki annars staðar. Er svona samlefnar millist, seljast vörur jafnvel, eru sömu vörurnar sem seljast jafnvel á Íslandi og til dæmis í Bandaríkjunum? Sko, súkkulaðismjör okkar langvinsælst að vara á Íslandi og bara, en út í Bandaríkjunum jarðarberjasultan okkar vinsælist. Já, vinsæll en súkkulaðismjörið. Já, ok. Hafa þau smakkað hvíta súkkulaðismjörið? Við vorum að lönsa því bara í Bandaríkjunum fyrir 3 mánuðum og það ógeðslega gott. Það ógeðslega gott. En súkkulaðismjörið nr. 2, þú veist. Já, úti. Það svona tók aðeins lengri tíma
fyrir markaðan að pikka upp. Já. En nú það í Walmart, það í Kroger og svo að fara í Target núna með það í september. Ok. Svo erum við líka í Whole Foods og Sprouts og við erum í flestum búðum. En nú voru þið í risastórum sjónvarpsþætti fyrir einhverju síðan hjá Drew Barrymore. Þar sem að hún var það planað, þú veist, þetta keypt umfjöllun eða þetta eitthvað sem hún og hennar teymi fundi og höfðu samband? Það var bara prodúserinn hennar sem var að ganga þessa sýningu á Expo West. Ok. Og stoppar og að smakka þetta og við bara tölum við hann eins og tölum við alla, bara virðingu og bara gaman að segja, finnst þetta gott og svo kemur bara póstur, við viljum fjalla með Drew Barrymore, getið þið sendt okkur sínsson hingað? Geðvikt. Og það var svolítið fyndið að sjá það, þú veist, að því að við sjáum allir bakendunum hvað gerist, heimsóknar heimasíðu og sölu og Amazon eða online, það bara fór svona, bara eftir þennan þátt, sko. Þannig að það var ótrúlega gaman að sjá það. Vítu bara ángla vörumerki kemur út, sko. Það verður eitthvað rosalegt. Hvíta súkkulaðismjöri verður allan uppselt. Spennt að sjá sölutölur. Algjörlega. Nei, þetta er mögnuð saga, og á ekki lengri tíma, þó séu hvað 11 árið eitthvað síðan að þið fóru á stað. Hefðir trúið að þú verður á þessum stað í dag með vörumerkið? Já. Já. Það veist, það var alltaf markmiði, þú veist. Vissi ég myndi búi í Texas? Nei. Það var ekki það sem ég búin að reikna með innmyndin, en já, það var alltaf bara, við ætlum okkur að ná langt. En ég minna, þú veist, ekki ára 2016, það var bara hugmyndin að vera sætuðina-merki, sko, en markmiðið var alltaf að komast í mikla dreifingu og komast í þessi helstu keðjur. Já. Þannig að, en ég var ekki búin að sjá þetta nákvæmlega fyrir mér, eins og það yrði þarna, en maður þarf ofta að minna á það, sko, þú veist, hvað við byrjum og hvert við erum komin. Og við erum sko langt frá því að við erum komin, þú veist, það alveg ekkert langt frá því, en við sjáum, þú veist, markið, skilur við, og þetta að gera svona hægt og bítandi og svona, maður finnur svona, þú veist, við erum að verða vörumerki, þú veist, við erum vörumerki í Bandaríkjunum, en við erum að verða miklu stærra, þú veist, með hverjum deginum, sko. Já, það er komið að æðibita vikunar. Arna, þú ert með eitthvað æðibita þessu sinni. Sko, það er alveg galið að ég hafi ekki tekið þetta vörumerki fyrir fram, að því ég er búin að vera sko svona superfan, eiginlega bara ég held síðan að þau byrjuðu, kannski ári síðar. Ok, þú tekur svona ástfóstri við sumum vörumerkjum. Nei, þau bara eiga stað í hjartanu þínu. Já, og það er þannig í alvörunni. Ég veit það, ég er að segja það. Þegar ég er búin að kynnast einhverju vörumerki, þá er ég bara svona I live and breathe it. Já, og þú ert bara talsmaður þessa vörumerkis og peppari. Og svo er ég bara svona horfið fólk með eitthvað annað, þá er ég bara puff. Þannig að er þetta eitt af þeim? Þetta er eitt af þeim. Ég kaupi öll mín kerti og alla mína ilmi frá þessu vörumerki og þetta er handgert, íslenskt og það eru hjón sem að eiga þetta. Og hvað heitir þetta? Þetta heitir E-Design. E-Design. Ok. Og þetta er Elisabeth og Egil sem að standa á bakvið þetta vörumerki. Þetta er allt handgert með náttúrulegum efnum sem að skipta mjög máli, af því ég vil ekki að bara, ég held að það sé ekkert allir sem vitaði hvað eru mikil eiturefni í ilmkertum til dæmis. Þannig að þau hafa verið og þau bara sko ilmirnir eru náttúrulega eitthvað annað. Þetta er bara þetta er svo góð lykt. Og hún er ekki svona þung, veist, hún er ekki svona situr ekki lengi í rýminu. Nei, hvaða lykt er þetta? Þau eru með alveg nokkrar. Mín uppáhalds heitir Eirð og þetta er allt svona fallunöfn. Þetta er nú ætla ég að finna hvað þau heita alls saman. Það er Eirð og Ró og ég man ekki meira. Nei, en ég man ekki að finna þetta. En það sem að ég, ástæða fyrir ég svona tók þau sérstaklega núna fram er að því að mér finnst þau vera svo mikið að fylgja því sem við erum búin að segja og sína frá ferlinu. Já, ok. Gefa, behind the scenes. Núna er þau byrjað að gera handsápur sem eru ógeðslega flottar. Ég hef ekki prófað þar og þau eru nota, skiluru, í einni, þetta er allt svona, hver og ein er svona uník. Ein sápan er með lava
bara hrauni. Já, ok. Og það alltaf svona, þetta alltaf eins og þetta sé eitthvað listaverk, mér finnst það allar óslega flottar. Og hvað tala bara hraunmóla í sápunni og maður að skrúpa sig þá... Akkurat, og svo þeir líka komið með aðra vöru, þau eru með fullt af nýjum vörum, þau eru í mikilvæg þróun núna og núna þegar við tökum upp hana þátt að þá eru þau að lonsa nýrri vöru sem heitir Einstök og þá hver vara Einstök. Ok, hún bara þróið í litlu mæli. Og eru það að sína frá þessu hvað á Instagram eða TikTok? Ég sé það allan á Instagram. Þau eru kannski mjög líka jafnduglega á TikTok, ég veit ekki. Ég ætla að kíkja á þetta. Já. E-design. E-design og bara gæti ekki mælt meira með. Mér finnst þetta bara frábær og þetta frábær vara og frábært vörumerki og mikil gæði og handverk og tími og hjarta og allt í þessu. Já, ég sé þetta í hörpunni, hvað heitir búðin þar? Rammagerðin eða eitthvað, já, okay. Ég myndi segja þetta held ég þar, ég held ég sé örugglega að segja rétt en okay. Þetta er geggjavörur. Þetta er geggjavörur, mæli með og þau alveg spá, það er alveg mikið lagt í bara hvernig kveikurinn í kertunum, alveg spáðu því hversu mikið er hann að aska frá sér, heitir það ekki? Já, þannig að þetta er klárlega risastór æðbiti í mínu lífi. Já, geggjað, ég ætla að taka undir þetta og þetta var flottur æðbiti í boði gói. Hvernig hafið þið mitt svolítið byggt upp virði vörumerkisins ykkar frá því ákveðið nafnið sem Good. Fyrst var það bara varan sem hét það en fyrirtæki hét Viahealth, það ekki? Jú. Svo breyttið þið og fyrirtæki heiti bara Good. Já. Það er líklega skert af einhverjum ástæðum. Hvernig hafið þið svo byggt upp virði vörumerkisins bara í takt við þessa sprengju sem þetta er? Þetta er bara ótrúlega góð spurning. Fyrst spurningin er hvernig mælum maður virði vörumerkja sem er margskonar. Fyrir okkur er það fyrst og fremst bara, eru endurkaup eiga sér stað, og það er mikilvægasti metriki sem við erum með, er fólk að kaupa þetta aftur eftir að keypta og við erum að sjá það gerast og word of mouth, að fólk ekki mæli með þessu og takk fyrir að fara með það í brönsin og svona. Það er svona, það fyrir okkur er mikilvægasta metriki á það og við erum að sjá það í sölutölum, við fáum svo mikið gögn frá Bandaríkjunum, við sjáum það að fólk er að kaupa þetta aftur og aftur og veltur hennar aukast og við erum bara, við erum ekki að kaupa sjónvarpsauglýsingar í Bandaríkjunum eða billboards eða neitt, við erum bara með social media og svo vinnum með búðunum í eitthvað svona promotions og við erum að sjá bara ótrúlega flottan vöxt bara dag frá degi og allar tölur að trendi rétt að átt hvað það var þar. Þannig að þetta er svona margskonar, en fyrst og fremst er það bara, er þinn kúnni ánægð með vöruna, svo ánægður hann segir öðrum frá því og það er bara metrik sem skiptir mestu máli. Já, og ég leta að þú sért ekki bara að kaupa einu vöru og endur kaupa hana bara, heldur að þú sért að fara í flóruna. Já. Og við erum strategist að innovera að búa til vörur í smyrjuheiminum og það er alveg ástæði fyrir því og helst ástæðin er svo að innkaupastjórarnir hjá Walmart og Whole Foods og þessum búðum, þeir kaupa inn, þeir eru með sinn gang og það er sami innkaupastjóri sem kaupir sultur og netsmjör. Þannig að ef við erum búin að slá í gegn í sultunum og það er sagan á baki súkkulaðismjörið, þá kynnum við fyrir súkkulaðismjörinu og þá fáum við það inn og svo netsmjöri. Þannig að þetta er bara svona tröppugangur og hugmyndin okkar er bara stórt brand í þessum gangi og pivota þar. Við höfum kannski ekki komið inn á það, en í Bandaríkjunum þá erum við bara með þessa þrjá vöruflokka í boði. Við erum til dæmis ekki með sýrubu okkur í Bandaríkjunum. Við bara tókum meðvita strategíska ákvörðun fyrir nokkrum árum síðan að við ætlum bara að selja vörur í krukku í Bandaríkjunum einmitt út af þessari ástæður sem að Garðar nefnir og líka bara af einfaldri 80-20 reglu. Við sáum bara að 80% af veltunni var að koma frá 20% vörunum. Þetta var ennþá skakkara það, þannig að svo ákvörðun var tekin bara mjög svona rekstrarlegum og viðskiptalegum út frá gögnum. Já, út frá gögnum og grunni. Þannig að, en hérna heima og í Evrópu að þá erum við
til dæmis ennþá með stefiudrópun okkar sem að byrja þetta nú allt saman. Við vorum reynda 10 tegundur af stefiudrópun þegar ég kem inn í fyrirtækið, við erum bara með 3 núna, þannig að við erum búin að vera kötta og taka mig með þetta ákvörðun vöruframboð á síðustu árum sem að líka bara skerpir fókus á það sem að raunverulega skiptir máli. Já. Mér finnst þetta mjög áhugaverður vinkill, ég ætlaði að koma inn á það sko, á hvaða tímapunkti, ég veit að maður hættir sannlega aldrei í vöru þróun og þeir ennþá við voru að gefa út hvítsúkkulaði núna og svona, en hvernig finnum maður jafnvægi á milli þess að vera bara að einbeita sér að þessum vörum sem ganga svona vel og að vera alltaf að reyna að finna upp eitthvað nýtt. Eru þið einhvern tímann að fara bara, já, núna er úrvalið okkar bara fullkomnað. Við ætlum bara eyða peningi í marketing á þessum vörum sem eru til nú þegar og gera þeim hærundur höfði en ekki vera í frekari vöruþróun. Sko, þetta er frábær spurning og ég held að Fatú myndi helst vilja bara værum bara með þessar 4 vörur og bara Excel-skjalir þar og það er frábært sjónarmið og ekkert að því en þú veist, við búum bara heimi það sem að og í þessum maturheimi, þú veist, þá er vöruþróun rosalega mikil partur af vörumerkinu bara að finna upp og búa til skemmtilega lausnir og halda því áfram og það er líka fullt tækifæri þar af því þó að 50% af sultum sem eru seldar til þessi Bandaríkjunum, sko svipa á Íslandi, eru jarðarberjasultur. Þú veist, að vera bara með jarðarberjasultu þú veist, ekki alveg, þú veist, hindrandi fyrir því að búa til þessa stemningu. Þannig að það sem við höfum gert, þú veist, við fórum í ketubarana sem gengur ógeðslega vel, hana 2019 og fórum bara út allt, sko. Og svo dalaði keto og annarkvort þyrftu að endurnefna það og búa til eitthvað annað eða bara fókusera á það sem að þessi 20% sem var skilur 80% sem við gerðum. En við erum bara, fyrir okkur þetta fyrst og fremst bara, ok, við erum með fókus á hverju og akkurju. Búðinar, sami innkaupisstjóri, sami staður. Flutningslega séð, auðvelt að pakka og koma í gáminn. Geymslulega séð, þurfum ekki að sitja í ískáp eða fristi, þú veist, og þolir ýmislegt. Þannig að þetta bara hendur rosalega vel okkur supply chain. Þannig að það eru margar ástæður bak við þeim. Og svo erum við bara að í þeim heimi, þessi smyrjaheimi, erum við að búa til alls konar nýja vörur. Og þar má nefna, þú veist, og þá erum við að skoða bara gögn sem eru í gangi og líka bara beiðnir sem við fáum. Við settum lemon curd, sem heitir hvað á íslensku? Lemon curd, sítrónu smyrja. Settum það hana á marka, þetta er bara trenda brjálæðislega vel online hjá okkur og er náttúrulega búðum á Íslandi, að við prófum alltaf Íslandi fyrst og lítur rosalega vel út og það er núna að fara í frekari dreifingu í Bandaríkjunum, í Sprouts og fleiri búðum. Þannig að við reynum það, en á sama skap er það líka bara hversu mikið þurfa að framleiða, hverju markaðurinn getur prófa þetta, þú veist, fyrst online, þú veist, það er betra að vara að gangi ekki upp online áður en þú býr til 100.000 einingar og setur í dreifingu, sko. Þannig að það er svona, og sér það svolítið hratt og við erum bara búin að læra það að það er gott að prófa hluti áður en að þú fer full force inn. Já. Ég held líka einmitt þrátt fyrir að svona út frá virðiskeðjunni væri rosalega þægilegt bara að vera með topp 5 vörurnar okkar og ekkert annað, að þá er það bara nauðsynlegt fyrir fyrirtæki sem ætlar að lifa af samkeppni, vera kvik, vera relevant. Þú þarft alltaf að vera með eitthvað vöruþróun, sama hvort þú ert í matvælageranum eða í öðrum geira og þetta er bara partur af því. Það er náttúrulega, og það sem við höfum reynt að gera undanfarin ár er að einmitt prófa hluti í smærra magni, af því að þá er þetta engin sérstök áhætta fyrir okkur og við vitum þá bara ok, við getum þá bara selt þetta á Amazon sem er bara mjög góður channel fyrir okkur að einmitt að prófa vörur og koma vörun í hendur margra. Þannig að vöruþróun hún er gríðarlega mikilvæg og verður að vera partur af allri starfsemi. Og það er líka bara svo gaman. Þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, það verður allir spenntir og bæði neytendurnir og teymið og prófum þetta og þú veist, svona heldur okkur við og þetta hjálpar líka hinum vörunum, skilurðu, að fá meira af þeim út og ég held að lykillinn sé þessu eins og með alla aðra að halda fókus skiljið mig. Það fara ekki eitthvað alveg off-brand eitthvað. Já, fara eitthvað, við fyrir að búið til hreinsefn á morgun, skiljið, þú veist, eitthvað svona, bara vertu svolítið í þinni kategóriu, þú veist. Er eitthvað
bragð, einhver vara innan smyrju heimsins sem þið myndu aldrei framlega? Já, kannski eftir að sjá þetta að segja það, en þú veist, það er hana ein sultu í Bandaríkjunum sem heitir mint jelly sem er bara ógeðslega vont að bragði. Ég veit ekki af hverju fólk kaupir það og ég er svona, en á sama tíma er það bara, þú veist, með ágætis hlutir. Ég held að fólk borða þetta með kjöti, sko. Já, þetta er svo skrítið, sko. Ég er bara, þannig ég get ekki sagt nei við neinu, annars þarf ég að borða hattið minn, sko. Ég hugsaði, ég ætla ekki að segja hvað, ég hugsaði þú veist að lýsa þessi sítrónu smyrju þarna, hljómar ekkert svakalega girtilega, þannig að Lemon curd. Það er bara... Ég myndi frekar að fá Ég með þarf að myndu bjóða þeirri brönns. Og það var að þetta er Bretlandsmaður, þetta er alveg bara... Ég sko segi, ef það er markaði fyrir bragðið og þá væri ég til að framlega hvaða bragð sem er. Já. Mér finnst bara svo líkildin í þessu er bara practice what you preach og ef þú borðar ekki sjálfur, það átti ekki að vera að sitja á markaðin, sko, þú veist, þetta er svona, mér finnst það rosalega mikill mælikvarði, þú veist, að ég get staða bak við allar vöruna sem við framleiðum og þannig og ef maður getur það ekki, þú veist, þá á maður ekkert að vera að fara á það, sko. Akkurat. Þú veist, það verður að bakkað upp, bæði næringarlega séð og bragðlega séð. Já, einmitt. En að því að við vorum að tala um karaoke áðan, þá erum við í samstarfi við Okki, þannig ég verða að koma þess að, hvaða lag myndið þú taka, Margrét, í karaoke? Við erum nú bara á leiðinu Okki í kvöld, ég ætla nú bara að lifa þær að heyra það, sko. Okay. Já, það er eitthvað, það fer eftir í hvað ég búið með marga Crystal Blue, sko. Já, Nei, ég er alveg, sko, líklega til að fara bara í Whitney Houston eða eitthvað, sko. Vá. Já, ég bara segi það hér og nú, þannig að sjáum til í kvöld. Já, ég fer alltaf í tequila. Já. Það er klassík. Já, þú ert að tala um lagið. Já, lagið, svo sagt. Ég ætla að vera að minna áður en þú tekur lagið. En svo var ég á tímabili þegar ég var minna spjörhætt að syngja fyrir framan aðra, að þá tók ég Lauryn Hill. Það var svona my go-to á yngra árum. Já, ég hlakka til að heyra það. Já, mitt. Við spilum tóndæmi hérna Crystal Blues teknir fyrir það. Já, við spilum tóndæmi hérna í næsta þætti. Já. En þú Garðar komst ekki með þitt, það var bara Lóa. Nei, ég nefnilega er með heilan lista á símanum mínum, svona því að maður bara gleymir þessu, þannig ég með notes bara. Já, mann dettur ekkert í hug on the spot. Ég er svona kortlegg, ég er náttúrulega nýtið mér aðstöðum mína og plantlegg mig alltaf svona akkurat eftir ákveðnum lögum og svo rífi ég allt upp. Ég náttúrulega, það er eitt lag hérna sem er helvíti gott, ásakið, blóðsýrið. Komdu með tóndæmi. Það er hérna Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ég veit ekki hvort þið viti hvað lag er, þið hefði potið heyrt það er stemmari og líka af því að það er svo langir kaflar það sem er ekki sungið, en þetta hendur okkur sem að ná bara vissir í tóntegund ótrúlega vel og saman tíma þegar þú ert ekki að syngja þá bara trittur í salmi, dansi og gleði, sko, þetta er sko 10% söngur, 90% stemning. Þetta gæti fara á minn lista. Já, þú gjör svo vel. Helst svona minni söngur, meiri stemming. Já. Það er mín lög. Þá þarf maður bara að dansa og aðeins að ríða fólk. Já, þú stendur ekkert bara þarna í sultubúningnum bara eins og kjáni, sko. Nei, nefnilega, sko. Hann er bara alltaf í sultubúningnum fyrir mig karaoke. Er það ekki? Það er greinilega mjög gaman hjá okkur í vinnunni. Ég heyri það, þið er alveg leggið upp á því, eða ekki? Gaman í dag. En ég bara hafa gaman í vinnunni almennt og bara í fyrirtækinu. Þið leggja mikið upp úr bara svona í heildrænu myndinni, varandi umbúðir og bara svona skilabúðin ykkar. Þetta á að vera svona fun, eða ekki? Bara eins og Fatu sagði á hann, þú veist, bara að, þú veist, maður er að eyða svo stórum parti af lífið sinni í vinnu og ef það á að vera bara eitthvað erfitt og veist, jú, það getur verið erfitt, en þú veist, það er svo mikið að teimi þessi standi saman og búa til ákvaða stemningu. Það er bara, þú veist, það eru frábæri tímar, það eru erfiðir tímar og svo eru bara lítið fréttatímar líka, skilur þú veist, það er bara svo mikilvægt að það sé jákvætt vinnumhverfi, fólk sé sko heiðalegt við hvort annað, það eru vandamál, þú veist, að fronta þau heads on og bara að þú veist, búa til hreinskilun og gagnkvæm virðingar gagnkvæm samskipti. Það er bara lykill. Og er þetta líka svona gildi sem þið hafið bara í skilabúðunum ykkar, ert þú ekki eitthvað með putan í markaðsmálunum líka eða? Svona... Ég reyni að halda mér fjarri markaðsmálunum, verandi svona í svona bakandamegin í fyrirtækinu. Ég veit ekki okkur ég tengdi þig eitthvað svona inn í markaðsmála heimil líka. Nei, það var út frá karaoke duet.
Já, það var að því að við Loren markastjóri, við tökum hérna dúettin okkar saman í karaoke. Nei, en hafandi sagt spilast þetta allt svona saman. Við erum ekki, það ekki margir hausar í Good. Við erum fá og þar að leiðandi þá blöndust við inn í hinn ýmsu verkefni. Þannig að þetta kannski ekki þessi dæmigerða deildarskipting sem sannarlega til staðar, en þetta svona meira hybrid og jú, þú veist, við vinnum öll mjög náið saman og já, þannig að þetta svona, það eru svona allir með puttina í einhverju, getur við sagt, og svo við reynum svona að halda okkur inn okkar línu. Já, ég get allan að ímynda mér að þú ert með mikið af gögnum sem þau eru allan að heldur betur að skila sér inn í markasteild. Já. Og þannig vinnið þið svolítið örugglega vel saman. Akkurat, og svo líka mjög mikilvægt fyrir okkur að vita hvað framundan hjá markasteildinni og þannig að við getum uppfyllt þörf. Já. Þannig að auðvitað vinnur þetta allt saman og já. Akkurat. Eigum við að skella okkur í hraðaspurningar? Já. Hvernig væri það? Heldur betur. Við erum með... Ég vissi það ekki heldur. Nei, það fær enginn að vita fyrir fram á því. Þetta semst liður sem í boði Kristal Plus og þeir eru búin að vera södra á honum hérna fram á þessu, þannig að nú ætti þið að vera komin með alveg skýran fókus. Kristal tæran fyrir þetta. Heldur betur. Sko, ég ætla bara að spyrja þig á nokkrum, Lóa, og svo ferð þú úr nokkrar í kjölfarið. Og þetta eru spurningar sem þú ætti bara að svara. Fyrsta sem kemur upp í hugan, ekki löngsver og ekki ofugsa neitt. Ok. Ertu tilbúin? Ég tilbúin. Ef Good væri manneskja, hvernig típa væri hún í partí? Trúðurinn. Hvað alltaf til í ískapnum hjá þér? Mjólk. Hvað mesta guilty pleasure þitt sem alls ekki sugar free? Haribo-hlaup. Hvað vanmetnasta vara Good? Ég myndi segja Jarðarberjasultan. Ok. Hvað selur mest? Gott bragð, flottur umbúður eða góð staðsetning í búð? Mátt velja eitt. Allt. Mátt velja eitt. Ok. Gott bragð. Ok. Hvað besta hrós sem vara getur fengið frá viðskiptavinni? Að hann vilji kaupa hann aftur. Já, ok. Þetta var bara spot on. Wow. Það var ekki verið að ofisa neitt. Þú settir alveg barinn hér, sko. Ég sá hann fór svona að sökka lengur. Var hann sömu spurningar? Nei. Ok, ég skal byrja einni auðveldri. Hvað uppáhaldspodcastið þitt? Þetta? Auðvitað. Hvað good moment í þínum hvers degi? Morgunin. Ristubrauð. Með hvernig sultu? Sultu. Og osti. Ekki um ostinu. Hvað besta ráðið sem gæti gefið frumkvöli sem væri að byrja fyrirtækið þitt? Bara you're in for a ride. Vertu hreinskilin við sjálfa þig og bara hvert þú ert að fara, hvert stefna og bara hugsa þetta vel og vandlega en ekki á mikið þannig að þú þorir að taka skrifin í end. Ok. Hvað myndir að gera ef þú ættir frí í heilan dag með engan síma og engan tölvu? Bara, þú þurftir að lokka þig út og bara... Vá. Ég myndi fara í fjallgöngu. Tína ber. Búið til nýja. Nei, ég var í frí. Það ekki bara svolítið. Já. Hvað eru mörg skilaboð ólesin í pósthólfunniðinu? Nú cirka. Það sé eitthvað kring 7.000. Ég er ekki að ljúga, sko. En hjá þér? Svona 5. Þetta svona. Og næsta spurning hvort ertu meira skipuleg típa eða svona þetta reddast típa? Ég myndi segja að það er skipulagur. Kaotist skipulagur. Ok. Og síðasta spurningin, hvað eiginleiki heillar mest í færi fólks? Rauninni dugnaður og húmor. Þú stóðst þetta próf. Yes. Geggjað. Mér finnst þetta svo skemmtilega liður og ég sé Arnar, hún alltaf að vera svo spennt, sko. Ég langar alltaf að vera með. Þannig að við ætlum að taka intro eftir og ég með nokkra spurningar fyrir Örnu eftir líka. Loksins fær hún að vera með, hún alltaf... Ég er alltaf að fara að grípa fram í. Já, en þetta búið að vera mjög skemmtilegt spil. En að því við erum komin að þessu léttari nótur, þá langar mér að vita að þið erum með skemmtilegt teimi og við erum líka í samstarfi miðbæ Selfoss sem við elskum uppáhaldsmiðbörun okkar á Íslandi. Hvernig væri ef að það væri staffadagur og þið væri að fara að gista á Selfossi? Hvernig myndi svona típiskur staffa skemmtidagur lítið út? Vá. Sko, við fórum nú eitthvað tíman í smá svona ferð og
fórum á mér finnst eins og væri línudansi í þessu einhvers konar hestaferðir einhvers staðar nálagt alltaf 100% karuggi, það lítur að karuggi á Selfossi, verandi besti Við myndum bara koma með karugræn okkar og bara leysa vandamáli. Já, við hefum náttúrulega karugigræðir. Auðvitað. Þú mátt ekki gleyma, við myndum náttúrulega klárlega að fara í mathöllina sem er í nýja mjölkubúinu, allan daginn og gæða okkur á okkur geggju þar ísbúhuppu sem er frá Selfossi, kíkja the original OG. Reyndar, besti í sinn. Og svo finnst mér pilsunar alveg störðlega góðar. Við hefum Selfoss Bara með brúna. Og svo má líka taka fram að við myndum líka fara í Vestlandnir Selfoss eða Selfoss, sko fyrir utan Reykjavík Selfoss og staðið sér hvað mest á okkar vörum á Íslandi. Í alvörunni? Er það? Velgert Selfoss. Ég held að. Selfoss og Reykjanesbær eru bara matcha hvort annað, sko. Já, áhugavert. Þetta þessar, þessi svæði sem eru svona nálægt sumarbústað. Ég ætla að segja, það er ansi sterk, sko. Þegar ég kaupi gútgútvörur, þá er ég yfirleitt á leiðir í bústað. Þegar þú segir þetta, þá þannig kaupi það svona minna heima, allavega svona ákveðna vörur. Það er já, alltaf súkkulaðsmjöri til, sko. En ég hef keypt sulturnar og svona þegar maður er að leiðin upp í bústað og veit maður að fara að gera vöflur og svona. Þetta er áhugaverð pæling. Já, þannig að við dýrkum Selfoss. Ástæðan fyrir því að vörurnar seljast meira þar, þið tengið það við bústaðferðir og ferðarlög og svona. Þetta er ekki heimamenn endilega. Jú, eflust líka, en svona áherslan. Það kemur svo mikið að ferðarfólki að í gegn á þessum, þið veitir, páskar, sumar og allt þetta. Já. Þannig að... Eru þið að markasetja með, þú veist, hvernig þið markasetja á Íslandi? Er það rosalega mikið svona í kringum til Íslendinga? Bara takt þetta í brönsin, í bústaðferðin eitthvað svoleiðis, eða er þið meira kannski að educata vöruna? Þú veist, hvernig eru þið svolítið að taka skilabúðin hér versus erlendis? Já, við erum alltaf, þú veist, erum á samfélagsmiðlum hér og svo erum við reglulega bara, þú veist, við styrkjum alltaf góða málstæði. Þú veist, þannig að allir skólar sem eru sanna fyrir ferðum eða skólaljónsettir, íþróttafélög, við erum bara, ef við vantar kaffi í eitthvað sem við erum að nýta, þá erum við alltaf sultunar vöflubóðunum. Nú erum við garðað með 8.000 eftir Við erum bara, Ísland skiptur okkur ótrúlega miklu máli. Okkar, þú veist, heimamarkað, við erum íslenskt fyrirtæki og bara, þú veist, við reynum að gera allt sem við getum. Ég las einhverstað að þið passið að verðið sér ódýrar hér. Við erum fyrstum ódýri útibúð hér en í Bandaríkjunum. Þannig að, þú veist, það sem við gerum. Hvað er framöndan hjá okkur í Good núna? Það er bara frekari sókn á Bandaríkjamarkað, þess að segja, við erum bara núna í targetbúðinar sem er ótrúlega spennandi, nýjar sultur að fara að koma markað og nýjar smyrjur. Já, við vorum að fá nýjar sultu, hún lenti bara í Bandaríkjunum bara fyrir 2 dögum. Texas habanero, mango. Svona spicy sulta með habaneros frá Texas. Kemur hún til Íslands? Heldur betur. Alright. Spurningin er hvenær. Þú byrja ekki allar að vera þar? Testa ekki allar að vera á Íslandi? Þetta er fyrsta vara sem við ákveðum ekki að prófa á Íslandi að hún er Texas oriented. Það er svona tribute til Texas þegar nú erum við með skrifstofu þar. Það er reyndar einu önnur vara sem að við höfum ekki sett í söluleginu í Íslandi og er einugis framleitt fyrir Bandaríkjamarkað og þetta er mest selda sultan okkar og það er Concord Grape Jelly sem að við framleiðum einungis fyrir Bandaríkjamarkað vegna þess að það veit enginn í Evrópu hvað þetta er og en þetta er bara vinsælsta sultan á eftir jarðarberjasultu í Bandaríkjunum. Við höfum reynt að selja henni í Kanada og eitthvað annars það er bara þetta er bara markaðir og næst mest alltaf. Ég vissum ekki hvað það var áður en fórum inn á markaðin og við fyrstu evrósku framleiðendur búið til. Svona svipað sem myndi komið krækibrauðsultu eða eitthvað þá bara myndi ekki vita hvað það væri. Hörru, ég er með hugmynd. Við erum með hérna Kristal með lime og mér langar að heyra hvernig þið berið þetta fram þarna næsta orð. Lime og Hyuganatsu. Er það ekki hugmynd? Ég sé alveg fyrir mér Good Hyuganatsu. Hvað er það? Góð spurning. Þetta er rannsóknarspurning. Mjög gott. Ég er rosalega hrifin. Þetta er minn go-to orkudrykkur. Já, hann er frábær. Hafið þið verið að koma með eitthvað svona eins og mix eins og hérna, hindbur og ferskja, þú veist, Já, við vorum byggðið til chili fig og mango habanero
sem er svona fusion okkar. Já, Svo erum forest fruit líka. Já, Hún var nú til forest hérna fruit. einhvern tímann. Já, og svo, já, við blöndum saman. Svo erum við líka að búa til pistasíu smyrju, Ég sem ætla að er spyrja það. ótrúlega góð, án við bara sigurs, og ég var linda til að smaka hana alveg Það er ekki ríkalega. bara að vera neikvæð þó ég sé ekki með þetta sítrus dæmið þá ég skal smaka pistasíu Já, og svo vorum við að þróa líka kasjú og möndlu smjör. Kannski eitthvað svona kaffi, súkulega smyrja sem var að hætta að prófa Já, bara, fyrir áhuga sama. Það er bara mjög góð hugmynd, sko. Það er bara mjög góð hugmynd. Skulum bara búa til fyrir því. Takk, ég skal vera í testhóp. Já, Það er greinilega margt spennandi framöndan Ert þú komin heim í frí eða komst náttúrulega fyrst og fremst til að mæta í þetta podcast en Já, já. já strax við frétti að við erum hér ákveð Ókei. flug og koma og já, þetta er svona blanda frí og vinnu. Já. Þannig að 11 mánuðir síðan ég var hérna síðast. já það Ah. Já, Vá. Hvernig er þetta breytinga? Þegar þeir eru með, þú ert með 2 börn og konu, já, og 3. 3 börn, ok. Hvernig er svona breytingin fyrir bara fjölskylduna? Sko, hún er búin að vera áhugaverð og flestum líður mjög vel núna, en þetta var 100% áskorun Já. þegar við fluttum og nýtt tungumál sem voru betri ensku en aðrir og svo hitinn, veist það, 35 gráður. Einmitt. Akkurat. Ég er ekki búin að vera í buxum. Nei, ég er en þannig Ég ætla að hætta sultubúninga að en þetta er bara Austin í Texas þar sem við búum er bara frábær staður, mjög skemmtileg borg, mikið af fólki allstaðar að sem býr þarna, fjölbreytileiki mikill og góð matarmenning og heilsamlega lífstíll er svolítið einkennandi fyrir þessa borg, fólk er mikið úti og svona fjölskyldstemming, þannig að við vorum mjög heppin hvað það var þar en þegar drengurinn er komið með Texas hreim og er í kúrikastífilum þá má vel að segja að ýmislegt er búið að breytast. Hann hafi aðlast vel Já. Ert þú eitthvað spennt fyrir því að flytja út líka? Væri það einhver hugmynd eða? Já, sko, ég segi bara að það þarf ykkur að vera hérna að reka batterið frá Íslandi. Þannig ég er bara nokkuð góð hér, en ég náttúrulega hef verið að ferðast aðeins á milli, ekki reyndar, ég komi einu sinni til Austin, en maður ferðast alltaf reglulega út og svona, þannig að það er bara svona, já, allan að ná í bili. Það var allavega nákvæmtis söluræða Já, hjá þér. heldur. Þú Já. selja þetta Já. þennan stað Maður er alltaf sölumæður svona, langt Þetta hefði ekkert á móti þessum hlýjendum, sko. Nei. Þannig Já, að það kannski er nú allan sérstaklega í dag. Já, Já. Við erum að taka upp. Þetta er nefnilega svolítið fyndið, þannig er, þú veist, þeir flýja hitan eins og við flýjum kuldan, Já, þannig að það er engin úti í 35 gráðum. nei. Þú veist, þeir hlaupa inn í loftkælinguna og þú veist, það er svona það er bara svipað, þetta eru bara andstæður. Já, mætti kannski finna eitthvað jafnvægi þarna á milli já. Svo er það er moskítoflugurina sem eru alveg skelfilegar, sko. Þannig að, Svona ruthless flugur, bara, já, en besti tíminn er vorin og haustin. ok. Þannig að sumurinn á Íslandi fyrir utan dag eru bara geggjuð. Þetta er þetta lágkvæmt staður í dag. Já, 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 Smá það er vindur. búið að rætast úr honum. Já, fýtt dagur já. Herru, við ætlum þá ekki að halda ykkur hérna inn í stúdíónu mikið lengur Nei, hleypa ykkur allir út í í hérna sólina. góða dag en takk kærlega fyrir kominu, þetta er búið að vera frábært spjall og virkilega áhugavert og bara gangi ykkur vel með öll verkefnin framöndan Takk sem er leiðis. Takk Takk kærlega. fyrir. Takk.